Snærós Indradóttir, ertu hjartanlega velkomin til minn í spjallið. Takk fyrir. Framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar. Já, það passar. Hvernig er vinnan þín búin að vera síðustu vikur? Allt brjálar? Það er ekki dauðstund. Ég hugsa þessa baráttu, sko, ekki bara frá mótandi kvöld, sættur líka á MSF og stundum þegar ég andvaka. Þetta er bara mjög mikið pressa og ég er svona, þú þekkir það, svona one man show. Já, ég þekki svolítið mikið, sko. Og það er bara áhugavert og erfitt og allt í bland, en líka þetta mjög lærdómsríkt. Og í hverju felst vinnan þín núna helst? Hvað ertu búin að vera að gera svona síðustu daga sérstaklega? Ég er búin að vera auðvitað strategíustjóri, þú veist, það er svolítið ákveða hvað skilaboð við ætlum að senda út og ég er búin að halda utan það að við séum að senda út eitthvað samfélagsmiðla á öllum miðlum og ég er búin að halda utan það að við dreifum bæklingum og ég er búin að halda utan fjármagnið og ég er búin að halda utan kosningamiðstöð og rekstur hennar og að búa til útvarpsauglýsingar og skila þeim á okkur og þetta er bara svona, þetta er bara allt. Og svo mæti ég viðtöl, ég er auðvitað ekki eini því, Evrópuhreyfingin er með formann sem heitir Magnús Árni Skjöld og hann fer líka viðtöl, og ég er auðvitað með mjög dýrmæta sjálfboðaliða sem standa vaktina í kosningamiðstöðinu og svo framvegis. En þetta er gríðarlegt álag en ég kvarta ekkert yfir því. Nei, akkurat, ég hef ekki haldið það fyrirfram og þú er að kvarta neitt. Nei. En þið hafi verið, það er að segja já-hreyfingin, svona sjónarmun framar heldur en negið í skoðanakönnunum og hvernig svona þín tilfinning fyrir þessu? Þú veist bara, geturðu, hvað hugsaðu þegar þú ert að sjá fyrir 29. ágúst, hvernig heldur þetta endi? Ég er auðvitað svona raunsæ típa að eðlisfari. Ég er alltaf búin að æfa bæði viðbrögð, skilurðu mig. Og á þau bara í handræðanum þegar þar að kemur. Ég er ekkit sérstaklega svona, ég er ekki típa til þess að falla í mikla geðshræringu og taka eitthvað trilling á hvort veginn sem er. Ég auðvitað bara bjartsýn. Ég hitti mikið af jákvæðu fólki og ég hitti mikið af svona ólíklegu fólki, sko, svona, sem maður myndi fyrirfram vera búin að afskrifa. Ég tek svolítið leigubíla. Já. Og þar hitti ég jákvæða menn alltaf. Ég hef ekki hitt einn neikvæðan leigubílstjóra. Og hvað áhugavert eru leigubílstjórarnir þarna? Já, þeir segja það sem að ég sammála þeim, bara ég veit ekki hvað ég gerir næst, en það meikar ekki sens að segja nei núna. Og ég veit að við fjölmiðla fólk sem höfum starfað þar, höfum stundur notað leigubílstjórana sem svona ákveðin átt að vita. Þannig að það róa mig að fara þanga, en svo sé ég alls konar annað fólk sem maður hefði fyrirfram haldið að vera jáarar, tjá sig á internetinu, bara sem harðir neyjarar. Fólk sem að býr í Vesturbænum eða Skerjafirði og hefur alla tíð haft bara þurft að ströggla á Íslandi og allt þetta, sko. Þannig að það er bara margt í mörgu. Ég er hóflega bjartsýn, ég raunsæ. En mér finnst skipta miklu máli að fólk segja já núna. Ég held og ég tek alltaf fram að ég veit ekki hvað mér finnst ég þurfa að gera það. Ég hef enga sérstakra hagsmuna að gæta í þessu. Ég er ekki fjármagnseigandi eða er ekki með þú veist, neitt svona sérstakt baráttukefli fyrir því að við séum með krónu eða eitthvað þannig. Ég heldur bara, hef ég bara metið af umræðinni og þeim upplýsingum sem komið hafa fram og líka bara hvernig Evrópusambandið hefur þróast á undanföldum árum og ég teka aftur fram, Marksins búin að segja það og fólk maður nefnist eftir því að ég var mikill Evrópusinni í síðustu aðdærinu og vildi að við færi með Evrópusambandið. Gerði jafnvel mikið grín af nei-fólkinu þá og svona. Ég var einmitt að horfa á það einslag. Og notabenni ég spilaði það einslag í fullri lengd í þætti hjá mér fyrir 2 mánuðum síðan. Þess að rifja bara upp með mínum áskrifundum hvar ég var, sko. En og ég bara er þeirra skoðunar í dag að þetta sé ekki það besta fyrir Ísland og það er alveg hægt að hreyfa við þeirri afstöðu minni með góðum rökum, ég er alveg viss um það. En ég held einmitt að ástæðan fyrir það leigubílstjórnir og stór hluti þeirra sem að ætti að segja já 29. ágúst sé byggt á í svona raun og veru smá svona blekkingu þannig séð að því að það er sagt til fólk bara, þú þarft ekkert að kynna þér neitt, þú þarft ekkert að lesa Lissabonsáttmálann, þú þarft ekkert að vita neitt Evrópu. Einu samt að gera er bara að segja já 29. ágúst og þá færðu að vita allt. Og mér finnst þetta ekki vera alveg heiðalegt, svona að því að mér finnst að það liggi ákveðnar upplýsingar fyrir sem að fólk getur hreinlega tekið afstöðu út frá. En það er svona mín
sín á þetta eins og hvað segir við því? Sko, ég hef aldrei sagt þetta, en það svona blæðbræðmunur á því sem ég segi. Ég segi, ef finnst þú ekki hafa nægur upplýsingar, þá kaupir þér sko það byrja 2 ár, þú kaupir þér tíma til þess að kynna þér máli betur og það engum bröðum það fletta til þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu var stofnað með svona tiltölulega skömmum fyrirvara og fólki finnst þetta ruglandi. Ég fæ mjög mikið fólki til mín í kosningameðstöðinu sem segir bara, mér finnst þetta ruglandi umræða, ég veit ekki hvað fótinn ég á stíg og ég þarf bara að horfa í augun á einhverjum sem að tala við mig og þau fara út, þú veist, nokkuð sátt með þær upplýsingar sem ég hef fram að færa. En ég hef séð sérstaklega einn mann fyrir bæjarstjóri á Ísafirði, hann alltaf að tala bara samningur verður 700.000 blaðsíður eitthvað svona, þú veist, það alltaf að tala Halldór Halldórsson. Já, það verður svo rosalegt lesefni og það auðvitað ekki þannig að ég og þú sem Íslendingar höfum þvælt okkur í gegnum allt lagasafn Íslands, skilurðu mig. Við vitum samt hvað að vera Íslendingur og hvað að fylgja íslenskum lögum, skilurðu mig. Ef að við myndum svo fara inn í eitthvað rétt, ef ég og þú erum allt í einu orðnir forstjórar Brim, bara myndum deila þeim stól, þá myndum við þurfa að fara aðeins og kynna okkur hluti sem við þekkjum ekki í dag þó við jafnvel telum okkur þekka íslenska sjávarútveg, skilurðu mig. Þannig að það er alls konar svona atrið. Fólk það munu koma upplýsingar á borðið ef við förum í samning sem eru svona, hvað maður að segja, deildar meiningarum eins og bara það, eitthvað undanþágur að sækja eða ekki, verður tekið tillit til ákveðna sérstöðu eða ekki, þetta eru hlutir sem við vitum ekki og raunverulega vitum ekkert en auðvitað eru hlutir sem eru til staðar sem við vitum nú þegar og það eru hlutir sem sannfæra mig að við að gangin í Evrópusambandið, skilurðu mig. Ég var líka eins og þú, þar að segja ég hef skipt skoðun. Ég var unglingur í VFG, ég er búin að segja þess að sögu 1000 sinnum og hlustaði á menni svo Steingrímur Sigfússon og Hjörleif Guttormsson sem að hann stóð upp í pontu og sagði bara það hefnist þeimir svíkur sína huldu mei. Það þýðir ekki neitt fyrir oss. Þetta er bara bull, þetta er bara innáttan þvaður. Og öllum er frjálst að skipta skoðun. Öllum er frjálst að skipta skoðun og ég hef gert það. Þannig að ég hef líka prófað það, skilurðu mig. Og ég, það sem ég óttast þegar ég svona legg tilfinningarnar aðeins inn í þetta sem að ég geri alla jafna ekkert mikið. Ég óttast að ef það verður sagt nei núna, þá muni margir sitja uppi með eftirsjá. Þeir muni sitja uppi með eftirsjá, hugsandi, ég hefði átt að segja á þarna, ég hefði átt að gera það af því ég finn að ég ekki stend ekki nógu tryggum fótum og ég fæ fullt af fólki inn í kosningameðstöð, fullt af því, sem kemur sér, ég hallast að neginu og ég spyr af hverju. Og það bara kom ekki svör. Það bara kom ekki svo, eða bara mér líst bara ekki ná að láta þetta. Og svo byrjum við að ræða málin, bara í mestu vinsend, þú veist, og þá koma upp úr þeim bara legarna sem hefur haldið að þeim og ég held áfram að tala. Það er svo fyndið, það er samt hægt að segja þetta líka þá sem segja já. Það er ekki hægt að segja ég hef logið. Nei, ég er ekki að segja þú hef logið, en þannig að þegar fólk af því að ég vanda mig brjálaðislega mikið í þessari umræðu. Ég vissum það. Auðvitað er fullt af fólki sem segir alls konar hluti. En Evrópuhreyfingin er ekki að keyra auglýsingar sem að ljúga. Skilur mig, það gerir áfram Ísland. Þeir keyra auglýsingar eins og það að það sé verið að kjósa aðild. Við vitum að það er ekki verið að kjósa aðild. Þetta finnst mér mjög áhugaverður. Eins og það að þetta muni kosta ykkur 50 miljardar ári. Það er ekki rétt, það er lygi. Og svo svo keyra þeir líka auglýsingar sem þurft að taka málskottsett forseta. Þetta eru lygar og það er svo sárt. Það er að tæra mig upp að fylgjast með ósannundum af því ég held að sé þetta berjast gegn Evrópusambandinu með rökum eins og ég veit að þú gerir skilur, þú segir bara Lissabonsáttmálinn, lýðræðishalli, allt þetta, mér finnst það bara En mér finnst, ég hef einmitt tekið eftir þessu og mér finnst einmitt þessi umræða heiftin sem er í gangi kemur mér óvart, bara að vera að segja alveg eins og þér, ég bara átti ekki von á því og svona svika bryggsl af því að mér finnst í til dæmis þessum dæmum sem þú nefnir að sko þegar að menn neymegin er að segja að þetta er ekki bara að kíkja í pakkan heldur er þetta að sækja aðild þá finnst mér það ekki verið að ljúga af því að ef þú lítur á það sko þannig að það er auðvitað verður endurvækin þessi umsókn frá 2009 þegar við erum búin að segja já 29. ágúst sem þýðir beinlínis að við höfum sótt
það er búið að sækja aðild að Evrópusambandinu. Þýðir ekki að við sem að kjósum aðild núna. Við Nei, gerum það næst. Nei, já, algjörlega. Setningin, við erum að kjósum aðild. Já, það er náttúrulega ekki rétt. Ég er alveg sammála því. En ég held að þegar fólk er að tala við erum að kjósum aðild, hefur þið séð nei-hreyfinguna gefa það út hreint og beint í auglýsingu, í heilsi Morgunblaðinu. Við erum að kjósum aðild. Það stóð bara. Og ég fekk þetta á samfélagsmiðlum líka. Við erum að kjósa aðild. Það er ekki áttið sko að eftir 29. ágúst þá erum við gengin inn í Evrópusambandið að við séum búin að kjósa. En hvernig á almenningur að skilja þetta öðruvísi en svona? Og ég fæti mig fólk á hverjum einasta degi. Ég talaði við, ég var í happy hour daginn með einum valdamesta manni í íslensku viðskiptalífi og ég fer að tala þetta. Ég sagði bara, hvernig ætlar nei-hreyfingin, geta þau ekki hugsað 2 ár fram með tíman? Hvernig ætla þau að standa í lappirnar eftir 2 ár þegar ég verð ennþá og segja þið luguð. Hverju er þetta að treysta frá ykkur? Þið sögðu við verum að kjósum aðild en hér eru við 2 mínútur setna að kjósum aðild, skilur við? Og hann bara, ég verður það ekki bara svona meira formsins til en efnislega. Hvað það tala Þannig virkar ekki lýðræðið. Ég þarf að fá að sjá þessa auglýsingu. Það verður ekki formsatrið, skilur við mig? Og þú veist, að vanvirðingin fyrir lýðræðinu birtist þarna. Auðvitað er þjóðaratkvæðagreiðsla ekki bara eitthvað svona sem við hendum fram og bara eitthvað formsins til og gerum eitthvað allt annað. En hverju gerðu það? Jú, Sigmundur Davíð og Bjarni Ben árið 2013. 20. október 2012 fórum við í þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá. Persónulega sagði ég nei. Breyti því ekki. Þeir sem mætta kjörstað, tæplega 50%, 48,9 eitthvað svoleiðis. 67% þeirra sögðu já. Ég sagði já. Já, ég sagði nei. Hálfur setna kemur ný ríkisstjórn. Og veistu hvað er ákveðu? Bara núlla þetta. Þeir sagði bara, þetta var ráðgefandi, en niðurstaðan á alþingiskosningum segir okkur að það sé engin áhuga á þessu. Og ég var eðlilega brjálaður. En svo setna meir hef ég hugsað atkvæði mitt, jáið í stjórnarskrármálinu var sennilega ekki rétt atkvæði en þú veist að breytir ekki að það er svikið samt. Núlla ég og þú veist það núlu við okkur út. Ég hefði þetta að segja já, ég hugsa að það er vitlaus. Ég hefði þetta að segja já þarna. Akkur var ég svona atkvæði mitt þá. Já, og öfugt, skilur, og bara fín. Þannig virkar lýðræðið. En af hverju ber það ekki meiri virðingu fyrir lýðræðið en þetta? Já, en sko prinsipmál. Einnig, þetta með málskotsrétt forseta, það er alveg rétt að hann verður ekki virkur í mörgum tilfellum, hann hefur ekki jafn mikið vægi ef við erum gengin í Evrópusambandið. Hann verður ekki virkur gagnvart þeim lögum sem koma frá Evrópu. Nei. En hann er alveg ennþá virkur gagnvart öllum þeim aragrúa lögum sem við setjum á Íslandi. Þannig hann er ekki tekin á sambandi. En það bætist þá við fullt af lögum sem koma án þess að við höfum nokkuð að segja. Þau varða ekki velferðkerfið okkar, þau varða ekki skólamenntakerfið okkar, þau varða ekki almenn hegningalög, þau varða ekki fjölmiðlan okkar. En það er ekki rangt að segja að málskotsrétturinn missi mikið vægi. Það er bara alveg missi vægi, ég ætla að taka mikið út en að segja að hans er tekin á sambandi eins og var gert í þessum myndbandi sem við endur að taka út það er lygi og þar stuðu kastinni fram í þeirri góðu trú að þú munir ekki sjá leiðréttinguna. En það var líka, ég minna jámegin, þá var sett út myndband með mjólkurverði sem var kolrangt og svo var sagt að sænska krónan væri tengd við evru og þetta var allt jámegin. Ég finnst þetta að vera 2 létta mistök á móti stórum grundvallarlegum. En nota bara það er eye of the beholder auðvitað, en ég meina, þú veist ég hef ekki gert þessu mistök skilur mig, og það er hægt að taka þessa baráttu, eins og ég segi bara ræðum þetta efnislega, ræðum þetta rólega og efnislega og mætum staðrindum málsins, frekar heldur en að kasta, ég setja þannig neyjarnir, það skiptast í nokkra hópa. Það er ákveðin hópur, ég þekki það bara úr skoðanakönnum sem myndi aldrei segja já við Evrópusambandinu sama hvað. Þú tilur ekki þeim hópi, af því þú hefur skipt með skoðun. Bara hópur sem myndi ekki undir nokkrum kringumstæðum segja já. Allt í lagi. Ég bara virði það. Það er bara þeirra bjargvista trú og skoðun. Ég þarf ekki að reyna að hafa áhrif á þann hóp. Svo er það hópurinn sem fjármagnar neybaratuna. Það er hópur sem er beinlinis hagsmuni af því að segja nei af því þau hagsmuna kerfinu núna. Þau eiga fyrirtæki eða eru stöðu þar sem eru í áskrift af íslenskum peningum. Hvernig virkar það? Þau eiga fasteignafélög til dæmis sem eru með vísitölutengda leigusamninga. Þannig fyrir hvert prósent, tökum bara heima sem dæmi, fyrir hvert prósent sem verðbólgan fyrir upp, þá græða heimar 900 milljónir.
næstu því miljard. Nei, býtu, já, sjáðu þann samt til. Heima, svo fastinafölu eins og þetta, menna, þegar til dæmis eins og ég sá að það var verið að benda á að þegar að vextir lækkuðu gríðarlega í COVID til dæmis, að þá hafi hlutabréf í þessum fastinafélögum sko hækka gríðarlega. Þú veist, það hagur þeirra ekki endilega þessi hér sé verðbólga há. Þú veist, það en þegar vextirnir lækkuðu, þá auðvitað getur þetta félag, þú veist, þá hefur þetta félag peninga til að kaupa betur inn á markaðinum allt þetta. Þau eru þetta eru stór félag og notabenni, við munum ekki taka þessi félag úr einhverju sambandi með það gangi Evrópusambandið, ekki halda það. Evrópusambandið er ekki staður sem hatar stórfyrirtæki, skilurðu mig. Þannig að það er ekki vandamál. Ég bara segja, líka alveg eins og bankarnir, þeir eru í áskrift af peningum frá fólki í gegnum vexti og verðbólgu. Þetta er bara staðreind málsins. Þannig að þessi hópur er að fjármagna neybarátuna. Þau hafa engan hag af því að breyta kerfinu hér til eins betra fyrir almenning. Þau hafa það ekki. Og svo er það hópurinn sem er verið að ljúgað, sem að trúir alls konar bábiljum Evrópu her sem er ekki til eða það að málskuldsetturinn falli eða þetta muni algjörlega setja okkur á hvínandi kúpuna að Evrópusambandið vilji okkur illt. Það er líka hluta neyhófnum og þegar að það fólk kemur til mín, þá getum við talað saman. Þá getum við að, eigum við kannski að segja já núna til þess að fá þetta betur og hreint? Ég hef engan hitt sem hefur áhyggjur af Evrópu her. Þetta grínast. Ég hef marga hitt, sem að ég hef hitt konur sem horfi í augunum og sér, þú verður kölluð í Evrópu her. No, okay. Skilurðu mig? Þú er reynda hótt í hernum. Ég væri hræðileg í hernum, en ég líka bara er að vera 35 ára tveggjabarna móðir. Bara trúðu mér, Evrópu herin ekki til, en ég verður sannarlega ekki kölluð í hann, sko. En eins og ég segi, með svona fasteignafélög og veist, þetta er eins, það eru sömu lögmál sem gildum þau eins og okkur öll. Þau eru að fjármagna sig á dýrum lánum sem að þau hafa engan hagaði að hafa hátt vaxtastig á þeim til dæmis. Þau eru ekkert þau eru með mjög mikið eigfé og mjög fá lán, skilur mig. Það er allir gangur á því. Já, auðvitað er allir gangur á því. Ég held að þetta sé mikil einföldun að segja að þessi að græða hreinlega á Ég rek fyrirtæki með vísitölutengdan leigusamning og þegar ég það hlakkar í þér bara þegar verðbólgan fer upp. Ekki mér. Nei. Ég þarf að borga. Já, þú ert ekki að leigja út. Nei, ég er að leigja atvinnurými og ég bara horfi á leiguna að hækka í hverjum einsta mánuði og ég veit ekki hvort að hlakki eiganda húsnæðisins. Ég ætla það ekki. Nei. En til dæmis eins og þú veist, auðvitað fer þessar hækkanir, þær fara út í verðlagið. Þegar að fyrirtæki fá hærri leigu til dæmis í gegnum vísitöltengar, sólmyrkva á Íslandi. Vísitalan fer pínlundu upp, hann er verðbólgu hvetjandi af því hér var það fylltsalta ferðamönnum og Íslendingar fá það sem reikning í heimabankan á heimili sitt og fyrirtæki fá það á leigusamningarna. En eins og ég hefði verið mjög duglegur og náða að fjármagna aðra íbúð sem var náttúrulega frábær fjárfesting. Ég hef oft hugsað ef ég geti þá verið það náttúrulega frábær ellilífeyrir og svona. Fyrir að vera sjöra, sko. Já. Og sumir sem hafa verið sniður að byrja að hugsa þetta nú snemma að hafa náð þessu, bara fjármagna aðra íbúð, leigja hann út og það eru meðalega gulltryggðan ellilífeyrir og allt það. Að þú veist, þegar verðbólga fer af stað og vísitölutengingin hækkar leiguna, sko, það er ekkit, þeir eru ekkit hlæjandi í bankan, sko. Þetta kemur inn á öðrum stað út á hinum. Já, fyrir einhverja einstaklinga eins og mig og þig. Já. En þegar þú ert með stórt eignasafn, skilurðu, risasvaxið eignasafn, þá er þetta þannig. Það hafa samt allir hag af góðu jafnvægi í efnahagsmálum og stöður í krónu. Einstaklingar, en það hafa ekkert öll fyrirtæki, það er ekki þannig. Ég held að við setja málu upp á hvernig svona grílum. En svo er líka annað, nei, ég er ekki að því, þetta er bara staðrind. Svo er fjármagnseigendur sem að í stað þess að fá, sko, stýrivextir hækka. Já. Ég og þú borgum meira lánum okkar, en hluti, og það er gallin stýrivextina, hlutaðin fer aftur út í hagkerfið í gegnum vexti á innlánsreikningum, skilur mig. Þú veist, gegnum vexti á sparifé, það er ekki gott orð hérna, skilur mig. Þannig að við erum að reyna, stýrivextir og stjórntæki, við erum að reyna, Seðlabanki Íslands er að reyna að minnka þá peninga sem eru umferð á Íslendingum. Þannig að með 50, segjum að Seðlabanki Íslands hækki stýrivexti núna á miðvikudaginn upp í 8 punkta. Bara frá því sem er í dag
og þá sem að og þangað á miðvikudaginn það þýð, ef það gerist sem að kannski vera ljóst þegar þess að þáttu kemur út, skilur mig þeir sem eru með 50 milljón krónu óverðtryggð lán mun það borga 9.000 krónur meira á mánuði í lánið sitt. Ég veit það, já. Akkurat, sem er ótrúlega mikið. Þessi 9.000 kall í mun, hann fer ekkert bara inn til bankans, hann fer líka tilbaka á vextina á reikningana sem hjá þeim sem eiga peningabankanum. Þannig að það er erfitt að ætla að taka féð úr til að minnka þrýstingi kerfinu, allt þetta. Við erum forin dýpi í ykkur hagfræði, skilurðu mig. En ógeðslega leiðilegt, ég lofa að klára. En þetta gerir það verkum fólk sem er í þessar stöðu að geta bara nánast lifa af vöxtunum af peningunum sínum, það hefur minni hvata til þess að fjárfesta í íslensku hagkerfi af því að það er í góðri stöðu þetta eru óvenju háir vexti sem þú getur fengið tilbaka með því bara að láta féð liggja dautt. En við verðum að gera okkur grein fyrir því að það er nú varla hægt að tala þetta eru sumir sem eru miklu ríkari en aðrir og svona en hér á Íslandi er samt jöfnuður með því mesta sem gerist í heiminum öllum og sko verðbólgan per se er eitthvað sem við erum öll sammála að sé vandamál en það er þeir sem eru á því að það séu of miklar fórnir færðar með því að ganga inn í Evrópusambandið meðal annars afsal á alls konar það er svona valdaframsal, fullveldisframsal í raun og veru að það sé þá miklu vænni kostur að taka höndum saman og berjast gegn þessari verðbólgu sem að til dæmis þessi ríkisstjórn lofaði að gera en hefur í engu sýnt það í verki að taka eiginlega nein skref í þá áttina, það sem er alveg ótrúlegt þvert á móti, hækka gjaldaliði og skatta eins og enginn sé morgundagurinn og það er svona, þú veist, eins og ég segi, ég er búin að vera hvenær er það? 2006 kaupi ég mína fyrstu íbúð, þetta eru 20 ár sem ég er búin að vera á íbúðamarkaðinum og ég hef lengst af á þeim tíma, þá kom náttúrulega áfall 2 árum eftir ég keypti íbúðina og lengi vel var skulda ég meir í íbúðinu heldur en hún var virði og svona. Fórstu 110% leiðina? Nei. Ég Svo er ég að spyrja því persónulega þegar maður ekki bara forröðir. Mér minnir að ég hef tekið 80% lán þegar ég tekið þetta 2006 og svo náttúrulega kom, þú veist bara það komir leiðréttingin frá Sigmundi Davíð sem var nú bara eitthvað svona klink sko en aðal leiðréttingin kom bara í gegnum hækkandi fasteignaverð og þetta lagaðist og lengst af á þessum 20 árum þá hefur við bara verið mjög sáttur við eignamyndinuna í minni íbúð. Versti kaflinn hreinlega sem það er núna bara síðastliðið ár. Þú veist, það lítur hræðilega út sko og ég ætlum ekki að persónu gera það en Kristrún vinkona mín sem var búin að lofa sleggjunu þarna og svona, mér finnst ég vera pínu svikin sko en Ég skil það, ég er ekki neinum stjórnmálaflokki og ber enga ábyrgð á því. Ég er sannfærður að það sé hægt að gera betur og þar leiðandi sé óþarfi að fara í þennan mikla fórnarkostnað sem fylgir því að ganga alla leiðin í Evrópusambandið. Það er gott út í ákvað maður. Og afsakaðu hvað ég hef litla trú á íslenskum stjórnmálamönnum. Ég er bara búin að horfa á það. Í mínum huga bara, ég ætla ekki að segja það saminast undir öllum. Í mínum huga þá er þetta bara óvinnandi vegu fyrir svona lítið hagkerfi. Mér líður eins og íslenskt hagkerfi sé bara lítill strákur sem standi í fjörunni og bara takja á sig hverja ölduna fætur annari og reyna að standa í lappirnar gegna það, skilurðu mig. Svo kemur eins svo 7. hver stærsta og hann dettur niður og stendur svo aftur upp. Þannig sé ég íslenskt hagkerfi og við fengum, ég veit að gjaldmiðlaskýrslan var mjög gagnrýnd af ákveðnum hópum í vor, þú veist, og hún átti að vera eitthvað svona talking punktur inn í þessa baráttu, en það sem kom bara skýrt fram þar, er bara sveiflurnar í íslensku hagkerfi, það er magnast upp við utan að komandi áhrif, fattaru, við stríði í Íran, við COVID, við Úkraínustríð, við alla þessar hluti sem hafa áhrif á lítið ríki. Ég er ekki að segja að við erum búið til eitthvað svona dauðalínu. Við viljum það ekki heldur. Við viljum það ekki. En það var fullyrt sko að í þessari skýrslu hefur verið sagt sko að það væri ekki rétt að krónan virkaði sem jöfnunartæki þegar kemur áföll og heldur magnaðuna frekar upp sko. Það var ekki rétt túlkun. Það voru einhverju sem tættu það í sundur og það var bara hreinlega ekki það sem skýrslan sagði. Ég sat á gjaldmiðlaráðstefnunni og hlustaði á aðalhagfræðingin sem að lýsti þessu og hún sagði, þú veist,
í hruninu, þú veist, það er alveg deilda meiningar hversu mikið hún virkaði þá, skilur mig, en heilt yfir þá er hún ofbóðslega sveiflukend, alveg rosalega sveiflukend og við erum svo lítil. En hún hefur ekkit sveiflast sérstaklega mikið til þeim svo síðustu 10 árum. Akkur er það? Akkur er það? Að þeir verðum að eða 20% af vergur landsframleiðslu í gjaldeyrisvaraforða. Sitja tæplega, ekki segja bara já. Aðra þjóðir eru eða 10%. Hælt í mun fyrir litla þjóð að þurfa að vera með 20% fasta í þessu kerfi og þá eru við það er engin heimsendir að vera með fastan peningi gjaldeyrisvarasjóð. 1000 milljarða. Ef við getum helmingað það, tekið 500 milljarða og notað í eitthvað sem við viljum nota í, skilur mig. Þú veist, af því að, sko, ég veit að þeir langar að tala að Íslendingar hafa gott. Við erum rík þjóð, en líður okkur eins og við sem að fá mikið fyrir skattpenningun okkar. Ég held einmitt að við þurfum að bera okkur meira saman við aðra Evrópabúa til dæmis og hvað við fáum fyrir skattpenningana, nei, sjálfsögðu. Líður þið þannig? Nei, við erum ekki að fá nægilega mikið fyrir skattpenningana. En það er líka bara, þeim er bara mjög mislaðar hendur þeim sem að forgangsraða því fjármagni. Ég er alveg viss um það. Já og nei, en svo er bara lítið til skiptana. Við erum bara, ég er alltaf, sko, ég elska að tala um þetta, að við erum alltaf að tala um sjálfstæð. Ég elska að tala um tímann þegar Ísland var að reyna að vera sjálfstæð þjóð. Og svo barátta var ekki síður unnin heima fyrir. Hún snýrist að sannfara hér þjóðina, landsmenn alla, að við gætum þetta. Og þá gerðum við hluti. Við settum skemmtanaskatt til þess að búa til að reisa þjóðleikhús. Og við reistum Háskóla Íslands, stofnuðum hann og Listasafni Íslands og settum að fót svona hluti sem að sjálfstæðar þjóðir verða nú að eiga þess að geta verið stoltar, skilur mig. Vorum bara stórhuga og stóðum okkur ágætlega. Í dag getum við ekki byggt þjóðarhöll, skilur mig, við getum það ekki og þú veist, mér finnst það bara grátlegt. Ég held ekki að það sé bara ævintýraleg sóun í kerfinu, öllu. Ævintýraleg sóun, en líka bara smæð, þú veist, bara við erum að reka litla lúksus fasteignaverslun á meðan að IKEA er bara stabilt að það er að selja allan heim, skilur mig. Þú veist, það bara stærðarhagkvæmnin er stærðarhagkvæmni, skilur mig. En málið er að sko, við höfum það er allar forsendur til staðar til þess að halda hér stöðu gengi og miklu jafnvægi og aðal atriðið í því er að skapa mikil útflutningsverðmæti og við erum með allar forsendur til þess og þess vegna er einhver smá sannleikur í því að við séum í góðri stöðu til að semja við Evrópusambandið. Það er einfaldlega því að Ísland er einstakt, það er einstakt dæmi í þessari flóru af þjóðum sem eru til dæmis að sækjum núna. Það var náttúrulega Ísland bara skara fram úr lang öflugasta landið. Hvað gerðist líka? Og það segir okkur líka, við höfum allar forsendur til þess að reka þetta almennilega. Nei. Hvað gerðist í milltíðinni? Frá því núna og þangað til að við fórum, frá því síðast og núna. Hvað gerðist? Hvað er major recovery hérna. Nei, en hvað er stóra atrið sem gerðist? Ferðamanna? Nei. Bretar fóru Evrópusambandinu. Það er glugginn núna. Nei, þú heldur það, já. Það er glugginn núna til þess að semja við Evrópusambandið. Noreg eru ekki komin inn og Bretar eru, þú veist, þetta er í alvöru glugginn til þess að gera þetta ef við ætlum einhvern tímann að velta þessu fyrir okkur, skilur mig. Og ég bara, auðvitað, við lifum á útflutningi. Við gerum það. En innflutningur er líka lífað þjóðarinnar, sko. Skilur mig. Öðruvísi gerum við þetta ekki en með innflutningi. Og það geta verið í tollabandalagi. Þú veist, að því ég veit að ég veit að hefur áhyggjur af því að við myndum ekki geta haldið áfram að búa til fríverslunarsamninga með væri með þessu ferli og allt þetta og það bara, þú veist, það er ekki rétt. Fríverslunarsamninga taka langan tíma en inn í Evrópusambandinu eru, þú veist, það er fríverslunarsamningu við Japan, það er fríverslunarsamningu við Indland og svo framvegis. Það er búið að benda mér á að til dæmis fríverslunarsamningurinn í Kína hafi verið gerður meðan við vorum að sækjum aðild að Evrópusambandinu síðast. Og I stand corrected. En eigum kannski hægt að tala um efnahagsmála? Ég var að tala um eitthvað annað. Já, við skulum tala um annað. Sko, í grunninn samt þá náttúrulega þetta snýst aðalega held ég, svona stóra málið er sjávarútvegurinn og manni skilst að sákapli hafði aldrei verið opnað síðast hreinlega því að ráðamenn og þeir sem stóði í þessu þeir fundu alveg að þar yrði ekki komið Vinstri græn stjórnuðu þessum ráðunundum hafði engan áhuga á því að ræða þetta langaði ekki til að opna hann. Þeir sögðu þetta, menn Steingrímur Jóð segir þetta í grein að þeir menna bara fundið að þetta myndi ekki fara neitt og svo framvegis. Það voru við í makrildeilu, það voru Bretarnir í Evrópusambandinu. En það sem við vitum allavega að það hafa aldrei verið gerðar varanlegar undanþágur á
Common Fisheries Policy, sameilu sjávarútvegsstefnunni. Það er gott að við þurfum þar ekki margar. Við þurfum varanlegar undanþágur. Við erum búin að vera með undanþágu frá erlendri fjárfestingu í sjávarútvegi sem 1994 gegnum EES-samningin og ég kallaði eftir viðtalum daginn að ég vildi fá að heyra hvað SFS segði það og svo það komið ljós, þau vilja geta halda þeirri undanþágu. Gott að það er eitt af samningsmarkmiðum Íslands. Það er eitt af eina rauðu línunum í áliti utanríkismálanefndar að við höldum þessari undanþágu. Við þurfum eins og ekkert undan þá varandi fiskir einhverju sjónum. Við erum með 200 mílna hringi kringum Ísland sem skarar ekki neitt. Það þorskur ufsi ísa, okkar 70% af okkar eksporti, okkar útflutningi og það er engin með veiðirinnslu. Við þurfum ekki að neina ágjöra þessu. Svo eru það flökkustofnarnir. Makríllinn og síldin og allt þetta. Og við hefum nú deilt það við Evrópusambandið áður. Við hefum deilt það. Við myndum deilum það innan Evrópusambandsins, skilurðu mig. Og hefðum sterkan bakhjarl. Nei. Jú, að sjálfsögðu. Þá varum við ekki ein og lítil. Sjáðu, menn, Noregur heldur upp í 95% af EES-samningum og atvikkerar fyrir okkur þar, skilurðu mig. Við varum miklu betri, við varum inn í Evrópusambandinu að semja þetta. Miklu sterkari þar. Ég sé það með ekki þannig, það er alltaf að tala þetta mikilvæga sætu borðið og alltaf, svo í fyrsta lagi náttúrulega þessi 6 þingmenn sem við fengjum inn á Evrópuþingið, þeir hefðu bara ekkert að segja, nákvæmlega ekki neitt. Þeir vatnast út í jafnvel 6 mismunandi flokka og eru bara þar með græningum og sósíaldemókrötum og hægri og eitthvað svona, þú veist, og þetta verður engin þingflokkur sem stendur vörðum hagsmuni Íslands sérstaklega og svo er það hitt að ráðherran það er bara í meir og stærri málum er það orðið þannig að það er ekki eitt ráðherra eitt atkvæði, heldur er það fólksfjöldin sem er á baku ráðherran sem gildir, þannig að við erum með 0,1%. Það er ekki stærri málum. Í stærri málum er það einmitt 1 og 1, skilur mig. Í stóru málum þá er það einmitt 1 og 1. Í fleiri málum. Í fleiri málum er þetta double majority, skilur við, þetta tvöfaldir meirihluti. Og þá eru við með eitt atkvæði sem eitt af þeim það þarf alltaf að vera, ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið, þá þurfum alltaf að minnsta kosti 16 ríki að samþykkja það. Það er eitt hluti af the double majority. Þannig að við myndum alltaf hafa bara eitt ríki, eitt atkvæði þar. Það er ekki 27 til að samþykja nýjan aðila inn í sambandið. Jú, það þurfa allir að vera saman á það. Og 100%, en þegar maður þannig double majority að þú varst að nefna þetta, þá þurfa 16 ríki að samþykja og það þarf að vera hlutfall af ríkinum. Þetta er til þess að reyna að halda jafnvægi innan lýðræðislega kerfisins. Það er þannig að 16 smáriki við og Malta og einhverjir get mikið bara hvað tíma upp og implementa einhverja lög gegn Þýskalandi og öfugt. Þýskaland, Frakkland, Spán get ekki bara með allar sín mannfjölda implementa eitthvað yfir okkur. Það þarf að vera bæði, skilur mig. Þannig að þarna eru við bara í þokkalegri stöðu, þú veist, fámennið er ekkert æðislegt, það er bara staðreynd. En það sem skiptir mestu máli, stjórnmála kultúrun er allt annar en við þekkjum hér, Frosti. Hann er allt annar. Markmið er alltaf að ná konsensus. Þarna kemur kostur og galli Evrópusambandsins bara skýrt fram og við getum séð það algjörlega skýrt. Þetta þýðir að hluti taka hans lengri tíma. Það þarf að ræða það betur af því að markmið er alltaf að ná konsensus. Ná því að allir séu sammála, ná því að öllum líði þokkalega vel með, þú veist, hér á Íslandi er þannig, situr í sveitastjórn Akrarhrepps, skilur mig, ef þú ert í minnihluta þá bara kemur ekki málunni gegn. Ég ætla nú ekki að trúa því, Snærós, að lýðræði sé svo miklu betra í Evrópusambandinu að það séu allir þingmenn svo sáttur og glaðir að bara, það er alveg sama, einhverju að deila og við erum ósammála, þá bara töluðu saman þangað til við verum sammála því að hér eru öll dýrin í skóginum vinir. Þetta er fairytale. Nei, þetta er það ekki. Hlustaðu á Baldur Þórhallsson, hann lýsir þessu. Hann segir bara, það er alltaf reynt að ná unanimous decision. Ef það er ekki hægt, þá er þetta, þú farið í atkvæðagreiðslu og þá er double majority, alls konar jafnvægi í gildi af því að, annars gengir þetta ekki upp. Annars gengir dæmið ekki upp, en dæmið hefur gengið upp í áratugi. Ég hef séð þingmenn Evrópusambandsins bara lýsa hinu gagnstæða, sko. Þetta sé alls ekki. Það var frábært viðtal daginn við þingmenn smáríkjana, þar sem þau sögðu, jú, maður bara svolítið stressaður að koma inn, við vorum bara með 6 þingmenn en þú veist,
þegar til kastana kemur þá þetta gott samtal. Þetta bara stjórnmálakúltúr, við höfum ekkert, við erum bara miklu meira eins og Bretarnir, bara keyrum eitthvað áfram á Alþingi Íslendinga í dag. Ég og þú ættum að gera doktorsrannsókn það hversu mikið af þjóðþrifamálum komur til gegnum Alþingi Íslendinga sem koma ekki gegnum EES-samningin eða gegnum þrýstingar verkalýðshreyfingunni. Það mjög lítið, skilur. Alþingi Íslendinga nánast svona bara óskrifaður kvóti fyrir þingmanna frumvörp og hann á bara jafn við stjórnarþingmenn og og stjórnarandstöðu þingmenn. Þetta er 1-2 mál á ári kannski sem eru svona þingmannamál sem komast í gegn. Annars þetta bara framkvæmdavaldið að koma inn með frumvörpin og það rætt í nefndum, tappar allt og við veitum hvernig þetta svo þú veist, þingi í frí og góð mál daga uppi. En Snorri, sástu það var á síðasta degi þingsins fyrir sumarfrí Evrópuþingsins að fór í gegn þar mál þar sem að meiri hluti þeirra sem að voru í salnum sögðu nei. Það var chat control framlenging á chat control 1. Já. Og af þeim sem að voru í þingsalnum á þessum degi, þessum margir voru farnir í sumarfrí að þá var meiri hlutin sem sagði nei, en það dugði ekki af því að reglan var þannig að það þarf að vera meiri en helmingur af heildarfjölda þingmanna þegar þingið fullt sko. Og það vantaði 47 atkvæði til þess að það væri þessi aukni meiri hluti sem þarf og maður hugsa bara, really, þú veist, er það þannig að þegar það eru greidda atkvæði og meiri hluti segir nei að þá getur það samt farið í gegn. Það er af því að þetta var seinni umræða. Það var seinni umræða, þannig að það var búið að samþykkja það, þú veist, rétt í gegn og þarna var seinni umræða og það verði að henda þessu gegn að loka metrunum og þá vantaði þetta 47 atkvæði, skilur. Þetta er framlenging á þessu chat control 1 og þetta gefur, þetta snýst vernd á, að vernda börnin, skilur mig, þetta snýst barninsefni, en býtu, nei, sko, ég hef ekki mikla trú. Þetta er svo göfugt markmið. Nei, við skulum samt hafa það alveg hreinu. Þetta snýst að tæknifyrirtækin geti skannað sko ódulkóðuðu spjöllin okkar, ekki signal og allt þetta, skilur mig, fyrir barninsefni, þú veist. En málið Snævarós, og þarna seinni umræðan komin. Er þetta frábært? Nei. Er þetta gagnrýnivert? Já. En þýðir þetta mál að Íslendingar eiga að segja nei 29. ágúst? Alls ekki. Það er engin rök, hefur ekkert vægi inn í þessum umræðu. Jú, mjög veist það vægin. En það er nefnilega svo áhugavert í þessu að þegar 2 manneskjur tala saman Evrópusambandið og eru á öndverðu miði að þá hefur svo mikil áhrif að bara sko, ef þú ert bara jákvæð gagnvart Evrópusambandinu in general sko, þú veist, og ég er neikvæður gagnvart þá sjáum við svona incidents eða svona atvik sem gerast í þinginu eitthvað bara með allt öðrum ljósum. Nei, þetta er bara ekki, þetta var svo gott mál og þetta er svona einhvern veginn svona bæjast þetta er alveg gagnrýnivert, ég tek alveg undir það en við slúum samt hafa á reynu að það er að þetta seinni umræðan og þú veist, það var búið að fara í gegn fyrir umræðana, skilur mig en sko, eins og ég segi, ertu sammála að það sé mikilvægt að ef við erum sammála að sjávarútvegurinn sé stórt issue og að þá sé mikilvægt að það er til dæmis fyrsti kaplinn sem bara farið í eftir 29. ágúst eða kemi atkvæðagreiðslunni. Ég verður þetta ekki í neitt samninganefnd, ég er listfræðingur. Mér finnst að við eigum að byrja á því sem að skipti bændum mestu máli sem að er frjálsflutningu dýra. Ég vil gjarnan persónlega að við byrjum þarna af því ég held að þetta verði mjög auðveld undan þá að sækja og ég held að muni auka traust á ferlinu. Við viljum fara að flytja inn. Við viljum ekki flytja, þú veist, núna er meginreglan svo að þessi frjálsföður dýra í Evrópusambandinu og bændur eru og við ættum öll eðlilega að hafa áhyggjur af þessu af því að við erum vegna okkar landfræðilegstöð, við erum eigi átt í hafi, við fullt af svona náttúrulegum sjúkdómavörnum bara skilur mig. Og mér finnst persónulega að þarna á þessu bara þetta er bara dagur 1 í Brussel. Ég myndi mér að halda að það sé auðvelt fyrir okkur að fá þessu undan þá. Ég held að það sé ekkert mál. Ég hef engar áhyggjur af þessu. Ég held að það hljóti að vera auðsótt. Bændur hafa áhyggjur af þessu, en ég held að þessu auðsótt, ég held að við maður byrja þarna. Það er bara, að því ég held að, ég segi sko, ef þetta er ekki hægt, þá getum við bara, þú veist, þá er ekki haldið áfram sko. Þú veist, ef þetta auðsótta mál er ekki, ef það verður eitthvað staupasteitt, þá bara, þú veist, hvernig ætlum við að fara inn í þetta? Ég segi bara, byrjum þarna, það er mín sko. En eru einhverja rauða línur varandi sjávarútveginn, til dæmis þetta með erlenda fjárfestingu? Finnst þér það vera eitthvað sem að þú myndir draga rauða línu eða þetta er allt í lagi ef að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki yrðu í meiri hluta eigu erlendra stórfyrirtækja? Sko, ég ætla bara að segja, þú veist, persónulega, ég sem Snæra Sindradóttir hef bara smá, þú veist, ég hef enga hagsmuni að því hvort veginn sem er
en ég alveg Íslendingur og þú veist, mér þykir menningarlegt gildi Íslands sjávarútvegs ótvírætt, skilurðu mig, og þannig að mér vil skipta þetta, þú veist, það sem ég vil skipta mestu máli bara að sjávarútvegum virðist vilja halda þessari undanþágu, þrátt fyrir að þeir gætu grætt miklu meira á því að losa sig undan henni, skilurðu mig, það er líka eitt sem og þá bara fylgjum við því að máli og það er það sem ég segi. Fólki finnst við kannski eitthvað tvístruð þessu máli. Ég trúi því einlaglega að við séum ein þjóð að fara í samningaviðræður að því við séum í grunninn mjög sammála að hvernig samningu viljum sjá við Evrópusambandið. Fattar, ég held að ef ég og þú ættum að setjast niður og ákveða hvernig samningur við Evrópusambandið ætti að líta út, þá værum við bara ansi mikið sammála. Ég tek eftir þessar umræðu, það er margir sem segja bara I don't give a shit með þessi sjávarútvegsfyrirtæki og eitthvað svona. Mér finnst það fólk gleyma því að samfélag eða þjóðfélag eins og Ísland eins og öll þjóðfélag hafa gott að því að það séu stór risafyrirtæki sem að velti milljörðum og það er auðvitað svona ákveðið minnstri hugsjón að það eigi enginn að vera milljarðamæringur og við höfum öll að hafa það jafn skýtt en ég held að það séu öllum samfélagum til tekna að það séu einhverjir milljarðamæringar. Milljarðamæringar? Já, bara filthy rich, skilur, ég finnst það bara og stór fyrirtæki sem eru risa fyrirtæki. Að því ég byrði þetta fólk að reyna að hugleiða, ef það væri, hér náttúrulega mest í jöfnuður sem finnst á plánundunni jörð, en ef það væri, jöfnuðin væri þannig bara að það væri engin milljarðamæringur til á Íslandi og við værum öll það jöfn, einhvern veginn að það væri enginn sem mætti 100 milljónum meira heldur næstum. Sovjetkerfi innan ég held að það væri ekkit sérstaklega geðslegt samfélag og myndi ekki ganga vel upp. Ég skal bara viðurkenna að ég hef ekki séð þessa dystopíu fyrir mér. Það sé mjög mikilvægt að halda þessum sjávarútvegsfyrirtækjum þetta er jú mörg af stærstu fyrirtækjum landsins. Algjörlega. Og ef þau eru allt í einu bara í eigu einhverja útlendinga og sem að myndi þá allt í einu hugsa bara, við erum bara að fara að reka þessi fyrirtæki með ódýrara vinnuafli og sjómenn eru bara, allir. Akkurat. Við erum í 2016, ég sé það bara á tölfræðinni, þá virðast Íslands sjávarútvegsfyrirtæki hafa fattað þetta. Þá byrjum við að flytja í stórum mæli út óunninn fisk. Miklu meiri mæli en við gerðum áður. Af hverju? Jú, þegar hann er ótollaður inn á evrusvæðið og við fullvinnum hann þar með ódýrara vinnuafli. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki nú þegar. Þau gera þetta vissulega. Þau gera þetta og býtu og þar endar svo hagnaðurinn. Og hverjir eru það sem að súpa segja þessu? Íslenski sjómenn. Þeir fá ekki sinn hlut. Ekki sama krónuverði fyrir aflan. Þetta mér finnst þetta ógeðslegt svindl. Þetta myndi ekki lagast við inngöngu Evrópusambandið en mér persónulega misbýður þetta af því mér finnst að ef við sem þjóð ætlum að hafa einhverjar tilfinningar og taugar til íslensk sjávarútvegs og íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja þá verður það virkið báðar áttir. En íslenski sjómenn eru samt á fantagóðum launum. Eru þeir á jafngóðum launum og þau voru fyrir 25 árum? Já, ég held alveg. Er það? Ef því, fyrir 25... Ég þór ekki að fara með það. Ég þór ekki heldur að fara með það. Ég var að hugsa daginn. Ég hugsaði, þetta var í alvöru þannig að íslenski sjómenn voru á fantagóðum launum, konuna þeirra þurfti ekki að vinna. Þær voru heima og sáum heimilið og það var bara fínt að vera til. Hver í þeirri stöðu dag að geta verið með eina innkomu á heimili? Ég held að þessi einhverju sjómenn geti það ég var á sjónum árið 2022 og það var óbúslega gott í ári þá allavega, það var alveg ég vona það, því þeir eiga skilið en þeir eiga ekki skilið að vera hlundfarnir með einhverju svona bókhaldsfyrirtæki. Sen hitt, þetta er eitthvað svona fyrirtæki, þú verður að vera samkeppnishæfur og þú ert í útflutningi og þá ert að keppa við verð bara á öðrum mörkuðum en nóðum það það eru sannlega ákveðnar fórnir sem við erum að færa með því að ganga inn í Evrópusambandið og það er nú áhugavert að sjá hún Þorgerður Katrín og þú veist, eins og ég gott dæmi að það, ég er ekki að segja að fólk með ekki skipta skoðun, alls ekki, en það var áhugavert að sjá ræðu Þorgerðar Katrínar árið 2012 í þingi í sal Alþingis, sá þetta bara í gær, þá var einhvern að rifið upp, það er nú bara, þú veist, þetta er fullveldis afsal og fólk verður bara að viðurkenna það þetta er að einhverju mæli þetta fullveldis afsal og meira heldur en EES og svona
þessu allir sammála það að við þurfum að fara í stjórnarskrárbreytingur og allt þetta. En ég man bara daginn sem ég satt í lagadeild Háskóla Íslands, fullorðin manneskja, búin að fara gegnum allt kerfið, komin upp í háskóla og áttaði mig á því hvernig EES virkar. Að hinga fáu við reglur og þurfum bara að taka þér óstengt upp samak þó að það sé reynd að halda því fram að þú veist, við getum einhvern veginn sneikað þessu undir borðið og það sé einhver innleggingar halli sem að, þú veist, hann akkur til skammar. Ég man bara hvað mér blöskraði að þetta væri alvörunni staðan. Ég lít svo á, mér finnst þetta réttlætismál og mér finnst raunverulega að við myndum styrkja fullveld okkar og völd við gerum þennan samning sem fullvalda þjóð við gerum þennan samning sem fullvalda þjóð og allar þjóðir Evrópusambandsins eru fullvalda þjóðir. En málið að við þú veist, til dæmis EES sko, ef eitthvað myndi koma þar veist, og fara hér í gegn sem að okkur mislíkaði svo harkalega að þá sko fræðilega og tæknilega séð þá getum við bara sagt upp þessum EES samningi sko. En ef við verum komið með evru þá göngum við ekki út úr Evrópusambandinu. Það alveg ljóst. Hvað myndi gerast í þessu fræðilega dæmi? Hvernig myndi okkur vegna? Það er ekki neitt kostur í sjálfu sér. Það er ekki möguleiki stöðu. Nei, en þú veist bara en við erum ekki kúið að því leiti að við eigum ekki neina leið út sko. Veist, það virkar ekki þannig. Við værum heldur ekkert kúið ef við værum með evru. Við værum með stöðan gjaldmiðil og okkur liði bara, við hefðum bara fyndum meira fyrir því að vera svo ríka þjóð sem við erum. Við fyndum meira fyrir því, ég og þú að þú veist, maður fyndi fyrir því. En þú veist að sem svona manneskja sem hallast til vinstri að kapitalismin er ekki fullkomin. Nei. Og það er eins örugt bara og skatturinn og dauðinn að það koma áföll í kapitalisman, það koma kreppur, það koma dýfur. Já. Og það er einmitt í þannig aðstæðum sem að og sem að sagt sko að það er ástæðan fyrir því að stærsti meirihluti þjóðuríkja á plánundinu jörð er með sín eigin sjálfstæða gjaldmiðil. Það er til þess að geta brugðist við mismunandi áfallum. Sérstaklega þegar þú ert með hagkerfi sem er ólíkt með svona frekar einstakt hagkerfi. Eins og við erum bara með okkar auðlindadrifna hagkerfi sem að við þurfum að geta brugðist við þegar sveiflur verða þannig. Hverju erum við að tala um að fella gengið? Hvað er það? Það er launalækkun þvert á línuna. Í staðinn fyrir atvinnuleysi. Og er það eitthvað sem ég og þú sem erum bara vön að vera, ég meina, við skulum bara vera alveg heiðarlega með það. Við þurfum, lítið land þarf ekki mikið vinnuafla til að virka. Þannig að atvinnuleysi, við höfum haft sögulega lítið atvinnuleysi á Íslandi, það er að hækka núna, það er aðalega að hækka fyrir útlendinga, skilurðu mig, sem að hafa komið inga til að vinna inn af EES svæðinu, skilurðu mig, og mér finnst bara súrt í broti að þetta sé möguleikin. Atvinnuleysi versus launalækkun þvert á línuna. Mér finnst þetta ekki vera option og mér finnst þetta persónlega bara, finnst mér þetta mjög skýrt val. Strangtið tekið náttúrulega þá lækkar ekki launatjekkinn okkar heldur það hækkar verðið út í búð. En í hinum aðstæðanum þá er annarkvort atvinnuleysi eða þá við semjum bara um það að launin okkar lækki. Þetta er og þau áföll munu koma sko. Það er alveg 100%. Já, og þá bara stöndum við miklu sterkari samt af því það verður meira stabilitet. Við sáum það bara, þessi lönd sem að áttu erfitt, þú veist, bæði COVID og í innrás Rússa í Úkraínu, þau stóðu hraðar uppi við, varðandi verðbólguna. Þau gerðu það, Evrópa jafnaði sér hraðar en við. Hún gerði það, skilurðu. Og það er ástæða fyrir því. Ég ætla að segja, ég velti fyrir mig sko, þú veist, af hverju erum við að þessu þegar að sko ég spurði, ég tek að fram ChatGPT er ekki neitt heilagt fyrir mér. Nei. En ég er fínt að svona stiða sig við þetta og það, þú veist, ég syns að sló inn heila vírus af meðaldra kallmönnum. Já. En ok. Bara rétt áður en að þú komst þá sló ég inn ertu til að taka saman svona helstu mælikvarða yfir það hvað er best að lifa eða hvað er Ísland stendur í þeim samanburði á einum ýmsu mælikvarða. Og hér segir hún, og þetta er ekki allt jákvætt, ég tek hann fram, en bara þetta opnunin er mjög, mjög jákvætt. Segir bara Ísland er eitt besta land í heimi til að búa í samkvæmt nær öllum breiðum mælikvörðum lífskjör, öryggi, heilsu, jafnrétti og lífsánægju. Ísland er þó ekki alltaf í toppsæti þegar eingöngu er hort á kaupmátt heimila, menntunarárangur, húsnæðiskostnað eða verðlag. En við förum yfir helstu mælikvarðana.
Human Development Index 2025, fyrsta sæti af 193 sem var það heilsu, menntun og þjóðatekjur. Já, við erum með háartekjur, við erum mikið mentuð og við höfum það, við lifum lengi. World Happiness Report, annað sæti af 147, þetta er mat fólks á eigin lífi. Akkurat. Finnar eru þeir einu sem eru undan okkur. Og bæði Finnar á Ísland, bara fyndið, bæði Finnar á Ísland toppa all tjartvarandi þunglyndislyf. Já, ég veit það. Global Gender Gap 2025, fyrsta sæti af 148. Staða kynjana hvergi jafnari. Global Peace Index 2026, þetta er ekkert nýtt, fyrsta sæti. Friður, öryggi, átök, hervæðing, ekki með ekki. Democracy Index 2025, fjórða sæti af 167, kostningar, stjórnarhættir, þáttaka og borgarréttindi. Vergra landsframleiðsla á mann, PPP, 31% yfir OECD meðaltali. Framleiðsla og tekjur leiðréttar fyrir verðlagi. Kaupmáttar leiðrétt landsframleiðsla, 28% yfir meðaltali ESB. Það er að segja efnahagsleg framleiðsla á mann. Lífslíkur 82,6 ár 2 árum yfir OECD meðaltali, atvinnuþáttaka með því hæsta í OECD, hlutfall fólks á vinnumarkaði, tekjujöfnuður með mesta móti innan OECD, dreifingar ástöðunatekna. Hlutfallsleg fátækt með því lægsta í OECD, tekjur undir hlutfallslegum fátæktumörkum. Þetta er einhvern veginn allt bara eins og best verður á kosið. Það er gott að vera Íslendingur. Það er bara engum blöðum það að fletta gott að vera Íslendingur. En byrju, það verður áfram. Það verður áfram. En trúir því að með því að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru, að þá munum við einhvern veginn hækka á í þessum skorum, að vera við erum, þetta er eins og að biðja tvo mennum að grenna sig sem einn er 200 kíló og hinn er 90 kíló og segja þið báðir að grenna ykkur um 30 kíló. Að það, það er svolítið erfitt, þú ert að skora svona rosalega hátt, ætla að fara eitthvað mikið hærra. Skilur hvað meina? Ég skil hvað meinar. Ég held að við Íslendingar myndum finna betur fyrir því að vera rík þjóð ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið. Ég get ekki sagt, það bara, þú ert með þetta blað og það er frá chatti og ég er ekki með mælikarna baki. Ég get ekki sagt eitthvað, já, við myndum fara upp í 3. sæti, ég get ekki sagt það því ég bara veit ekki hvernig þetta er gert. En ég trúi því að við myndum finna betur fyrir því að hér, eins og ég sagði við þið upp að viðtalsins, finnst þér þú fá mikið fyrir skattpeningana þína? Og það er svo mikil sóun í kerfinu og stór hluta þeirri sóun eru bara vextir. Þú ert pottið búin að sjá þetta sem kom inn í síðustu viku. Að Íslandi með, ég held að 60% verkar landsframleiðsla eða svo, þetta er leiðinda talanleikum með, en skiptir ekki máli. Við skuldum minna en Grikkland og Ítalía, en við borgum hærra verð í vexti. Og hvaðan koma þeir peningar? Jú, að sjálfsögðu frá íslenskum skattpeningum. Skilur mig. Hvar kemur peningurinn inn í gjaldeyrisvaraforðann? Íslenskum skattpeningum. Það er svo mikil sóun í kerfinu. Ölfusarbrúin. 2 miljardar af þeirri framkant eru bara í vexti. Ef við værum að fá evruvexti á það, þá var það 200 milljónir. Skilur mig. Það er svo ótrúlega sóun í kerfinu sem ég og þú myndum finna betur fyrir. Mér finnst eitt, ég veit ekki hvort við höfum tíma fyrir það. Ég bjó í Ungverjalandi. Mér hefur legið mjög að hálsi fyrir það að tala Ungverjalandi í þessari baráttu. Fólk tekur bakfulla hlátri og hroka gagvart Austur-Evrópu. En þar fer maður til læknis samdægurs og borgar ekki krónu fyrir. Aldrei. Ég fekk sýkingi í endaæxlin. Fór til læknis, trítlaði niður götuna mína. Hún segir, herru, já, þú ert augljóslega með sýkingu í endaæxli. Hvernig beðinni til að fara á háskóla tannlæknasjúkrahúsið og þangað mætti ég á hverjum einasta degi í viku til þess að láta tappa á sýkingunni og setja einhverja grísju, skilurðu mig? Og ég borgaði aldrei krónu fyrir það. Þetta eru, og nú þarna er ég bara sem vinstri maður, skilurðu mig? Ég vil bara að þessi hluti séu frýr. Ég vil bara að það sé ekki komugjöld þegar við förum til læknis. Ég vil bara að við komumst fljótt að. Ég vil bara búa við topp þjónustu. Afsakið í mig velferðarfrekjuna, en ég held við gætum, ég held að ríkasta þjóði heimi ætti að finna fyrir þessu. Skilur mig, en við gerum það. Ég er ekkert endilega vissum að það sé endilega gott að þú þurfur aldrei að taka upp veskið eða það sé allt frýtt sko, en þessi grunnþjónusta með bara þú þjáist. Þú þjáist og þú átt ekki þurfa að velta þig fyrir þér hvort það kosti eitthvað. Skilur mig. Það er minn prinsip Bjargvastas trú. Já, ég hef líka mikla trú að, eins og segir, sammála, það er mikil sóun og ég hef mikla trú að það sé hægt að taka til í þeirri sóun. Passa að aðeins næra aftur. Við getum ekki tekið til í vaxtasóuninni. Við getum það ekki.
Við getum ekki fengið, Ísland getur ekki fengið betri vexti á alþjóða, þegar við tökum lán erlendis frá, skilur mig, getum við ekki fengið betri vexti á meðan við erum með krónuna. Það bara staðreynd og við fáum ekki inn samkeppni inn á markaðin hérna, skilur mig, af því að menn vil ekki koma með fjárfestingu inn í kerfi sem er með svona miklar sveiflur. Þeir treyst ekki íslensku krónunni. Þannig ég alveg tala frosti. Ég held að ég og þú myndum finna betur fyrir því að vera ríkasta þjóð í heimi ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið. Ég vissum það. En sko það þýðir, ég meina, eins og til dæmis því hafið mikið verið að tala um að lækkandi vöruverð og svona, þú veist það, sko til þess að fá lækkað verð á vörum og þjónustu þá verður að koma til launalækkun á móti, þú veist, það segir sér sjálft og við þurfum þá að fara að sætta okkur við að Hvað segir það? Það er bara, ég meina, þú veist, til dæmis sérstaklega á verð á þjónustu, það er alltaf einhverja manneskjur sem að veita hana. Já, ég held að þessi enginn að tala um að það verði þóttir sko. Við ætlum að lækka verð á öllum mögulegum hlutum, þá getum við ekki verið haldið upp í sama launa staðli, sko, það gengur ekki upp. Virk samkeppni þýðir að fyrirtæki lækka til dæmis álagninguna. Skilur mig? Já. Þú veist, manstu eftir því þegar krónan var til. Nei, ég man ekki eftir því krónan búðin. Maturverslunni. Og það varð hérna í skammastund verðstríð á milli bónus og krónar. Manstu eftir því, og það varð eitthvað svona alveg ridiculous. Man ekki eftir því þegar Costco kom inn. Akkurat, mjólkulítin hérna fór niður í 1 krónu einn dag sem er galið að við erum alltaf með verðlagsnefnd búvöru sem ákveða mjólkina á kosta á Íslandi, sko. Að hérna, þú veist, þetta er raunverulega eitthvað, þetta Costco minn, þetta er raunverulega eitthvað sem að íslensk verslun þarf, hún þarf aðhald. Heldur að verði miklu meiri samkeppni ef við tökum upp evru? Já, ég held að það sé algjörlega óyggjandi staðrind. Forstjóri samkeppniseftirlitsins hefur sagt að beirum orðum, Kristján Frostadóttir forsætisráðherra hefur sagt að beirum orðum, ég held að það sé algjörlega öruggt að það verður aukin samkeppni og nota bene þarna liggur innleiðingarhallin. Íslenski stjórnmálamenn hafa sleppt í að innleiða mjög mikilvægar samkeppnisreglur sem að myndu styrkja samkeppniseftirlit á Íslandi. Það liggja bara. Já, ég veit ekki með það, en það er ekki hægt. Það er nú þegar fullt af erlendum fyrirtækjum sem að operera á Íslandi og við erum alltaf með samkeppni, bara almenningur getur hreinlega keypt bara á netinu, einhverjum netverslunum erlendis. Já, það er einfaldara og ódýrara. Tollskýrslugerðin, hún myndi falla út, skilur mig. Og fyrir fyrirtæki skiptir það mjög miklu máli að tölur kostnaðar sem felst í bara tollskýrslugerð. Það er bara mannaflsfrekt dæmi, skilur mig. Það er nú líka búið að senda mér eitthvað myndband með svakalegt flækjustig og regluverk á tollskýrslum innan þessara 20 ríkja í Evrópusambandinu, sko. Já, bara, það á ekki að vera, það ætti að einfalda kerfið, sko. Þetta ætti að einfalda það. En það er staðreind að og svo þessi Draghi-skýrsla fjallar að miklu leyti er að Evrópusambandi hefur gert sig að mörgu leyti bara ósamkeppnishæft með mjög íþykjandi regluverki og allt og miklu bara, þú veist, bákni af reglugerða fargani. Allt sem að kemur fram í Draghi-skýrslunni á líka við Ísland, nema það sem að bætist ón á samkeppnishæfni okkar er hvað við erum með rosalega há laun. Það er erfitt að ráða Íslendinga vinnu af því að það er dýrt að búa hérna og það verður að borga. Þannig að allt sem á við Draghi-skýrslunni á líka við á Íslandi. Svo kom mjög ánægileg frétt af Viðskiptablaðinu í síðustu viku það að það væri bara mjög mikinn aukin trú á evrópsku mörkuðum, það væri að dælast þeim peningar þangað. Skilur mig. Þannig að markaðurinn tekur við sér við alls konar aðstæður. Evrópusambandið hefur af mörguleyti brugðist við því sem kom fram í Draghi-skýrslunni og einmitt tekið hana alvarlega, skilur. En það á líka við hér. Það er sagt að það sé mjög seint eða, þú veist, fólk sé ekkert að sjá endilega þau viðbröð sem að þurfi nöðsynlega við Draghi-skýrslunni. Það er stóri gallin við Evrópusambandið. Þau hreyfa sig aðeins svo hægt. Það er bara stóri, það er gallin. En það þýðir ekki að það yrði ekki betra fyrir okkur að ganga inn. Og það breytir ekki því að við erum ekki einu svona kjósum aðeild núna. Við erum bara kjósum að taka þetta samtal. Við getum gert það vel. Við sjáum til. Ég heldur að segja já, nei. Já, heldur að segja búin að samfara mig. Nei, ég verði að viðkynna, ég er ekki alveg samfarur, en það er alltaf mjög gaman að... En ætlar ekki að hugsa máli í 2 vikur viðbót eða? Jú, ég meina, þú veist, ég er ekkit,
fullir þið ekki neitt fyrir en bara í kjörkassan komið, það alveg sama í hvaða kostningum það ég aldrei ákveðin fyrir í kjörkassanum. Það líka bara þrosku og góð afstæð. En eins og ég viðurkenni alveg, ég bara hallast að því að þetta sé ekki nægilega sannfærandi. Þú ert alltaf mjög sannfærandi, sko, þú ert alveg Það er ekki af því að ég sé ekki að fara með eitthvað rugl, þetta bara svona þetta. Já, ég ennum ekki alveg viss það, þú veist, en sannfærandi getur verið, það má gefa þér það, Snærós Sindradóttir. En þessin eftir líka fengið í þetta starf, ég veit það alveg, sko, en já, mér finnst mikilvægt að við séum að kynna okkur þetta, alveg í hengla og mér finnst ekki alveg rétt að það skipti engum máli, þú veist, að því að við kynnum okkur þetta bara eftir 29. ágúst, en fólk ósammála með þá fullyrðingu. Það bara þannig. Það má líka bara vera ósammála. Mér finnst það kannski stóra atrið í að þú talar heiftina. Það bara eins og sumir hafi aldrei átt samtal við eitthvað þar sem þau eru bara ósammála. Fullkomlega óþarfið þessi heift, sko. Ég bara sé ekki neina ástæði til þess og þetta fer allt bara eins og það fer, veistu. Við eigum bara að vera í ríkum skoðanaskiptum og ég myndi helst vilja, sko, ef ég var að ráðleika ríkisstjórninni sem ég er auðvitað ekki að gera, þá myndi ég segja bara að hendur mig aðra þjóðarkagreiðslu fljótt kannski eitthvað aðeins auðveldra mál bara til þess að ég veit að dýrt og allt þetta en bara þessi þjóð, hún þarf augljóslega að fá smá æfingu í lýðræðinu. Já, hún þarf bara smá æfingu í lýðræðinu. Snærós Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar, ég vil þakka þér kærlega fyrir komuna. Gangi þér vel. Takk.